Blöndal og Pétur Jóhann Sigfússon eru mættir í stúdíói. Og eins og glöggir hlustendur tók eftir í gær þá skiptu þeir stað Pétur Jóhann og Hjörvar Hafliðason. Þannig að Pétur Jóhann mættur í stúdíó. 50 verður velkominn. Herru, þakka kærlega fyrir það maður. Þetta óbáslega mikið ánægjuefni fyrir mig að vera hérna á 50. Er það ekki? Jó. Það er meira partí. Já, það er meira partí. Mér er virkilega þakkláttur fyrir þetta. En það er risa stórt enn við þetta allt saman. Nú, hvað er ennið? Já, ég hlustaði á ykkur félagana henni gær. Þig og Hjörvar. Já. Og þeir letu þetta allt saman líta út fyrir að það væri ég sem að væri að biðja þessi skipti. Það er einfallega rangt Blöndal. Það var Hjörvar Hafliðason. Það var Hjörtur Hjartarson sem að baða þetta. Já, það var smá við svona hjálpa. Eru þeir sami maðurinn? Hjörtur Hjartar og Hjörvar Hafliðason? Nei. Er þetta ekki sami gæinn? Nei, þetta eru tveir menn. En það var báður gríðarlega náhuga á íþróttum. Já, ok. Ég rugglaðist alltaf á þeim fyrst. Mér fannst þeim Nei, djók. Ég teki þetta tilbaka. En þú fílar alveg að vera á 50? Ég fíla það maður. Ég meina þið sátu samt hérna í gær með að við gerum þetta fyrir Pétur Jóhann. Ég baði ekkert þetta. Nei. Við gerum þetta fyrir Pétur Jóhann af því að hann er einhver stjarna og eitthvað svona kjaftaði. Ég var bara salir rólu. Þú hringdir í mig, spurðir mig hvort að ég gæti skipt. Ég bara já. En ertu ekki stjarna? Nei. Ertu ekki? Nei. Finnst þú ekki að vera stjarna? Nei. Við vorum að ræða í gær, ég og Hjörpi, og okkur finnst þú að vera stjarna. Já, það er bara rangt. Ég er tungl. Þú ert tungl, en við erum frábæra þáttandi ykkur í dag, kæru hlustendur. Það er krakka mínir. Það eru krakkar hérna fyrir utan stúdíóin. Krakkar hérna á glugganum, virkilega gaman að sjá þá. Gaman að sjá ykkur krakka mínir. Það verður að sinna börnunum. Já, áttu eitthvað af þessu? Eitthvað af þessum börnum? Nei, ég gæti átt hennan. Já, en hvað heitir þarna litli strákurinn á Stykkishólmi sem þú heitir ekkert? Herðu, hvað er í þættinum, segir þú? Við erum með karaoke eins og alltaf við Pétur. Það er miðvikdagsdagskrá á 50. Við ætlum að fara í splungu nýjan dagskrálið sem heitir Leggja orð í munn. Nó, hvað er það? Og komum við Pétur inn á hann hér á eftir. Pétur Jóhann ætlar að henda sér í hvernig er stemmingin. Mér er virkilega gaman að sjá hvernig það allt saman fer. Og svo er það líka bucketlistin. Ertu búin að búa hann til? Já. 5 hlutir sem þú vilt gera áður þeir. Já. Ég er að vinna í því svona. Glæsilegt. Svo er líka vonda atið og fleira, þannig að það er bara basically hellingur að vera hjá okkur í dag þennan 50 daginn. Stútfullu þáttur, þannig ekki vog ykkur að hlusta ekki. Já, einmitt. Ég ætla að segja ekki snert að taka. Nei, það er bara rétt hjá þér, ekki snert að taka. 9-5 blöð með ykkur hér á þessum indisfagra 50 degi. Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon og sitt hér og skiptið við hann Hjörvar Hafliðason. Hann var í gær og ég er í dag. Nú, ég segi bara gaman að því. Já. Auðun Blöndal. Já. Þú ert þarna bent á móti. Akkurat. Heyrðu, sorry. Ég er yfirleitt meira á tánum. Nú. Já, ég ætla að byrja aftur. FM 95 blöð með ykkur hér á þessum fanta fína 50 degi. Við erum hér. Manstu, heyrðuru? Þú veist, ég var aðeins og rólegur þarna. Já. FM 95 blöð með ykkur hérna á þessum fanta fína 50 degi. Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon, sitt hér í fjárfélur Hjörvar Hafliðason. Hann var í gær og ég er í dag. Auðun Blöndal er hérna beint á móti mér. Auðun Blöndal er þekktur fyrir margt, hann er samt þekktastur fyrir að vera slúðurkongur Íslands. Við skulum gefa honum gott rými, gott hljóð. Hann er með slúðurpakka dagsins. Takk fyrir það, Pétur. Ég ætla að byrja slúðrið á Ron Jeremy, en þessi klámstjarna og Íslandsvinnur þarf að gangast undir neyðaraðgerð á sjúkrahúsi í Los Angeles í dag vegna slagæðargúrps við hjarta. Hann er 59 ára gamall og er bara við dauðan styrgreið. En umboðsmaður leikarans sagði í samtali við vefsíðuna tmz.com TMZ að Jeremy sé þungt haldinn á gjörgæsludeild og muni sem fyrir gangast undir skurðaðgerð. Já, þetta eru sorgarfréttir. Já, þetta er, hann kom nú eins og í 70 mínútur með þess að þessi maður. Kom í 70 mínútur, ég hittaði upp fyrir hann. Þessi klámleikari, hittaði upp fyrir hann. Þetta hljóma nú reyndar ekkert alltaf vel, en hvenær hittaði upp fyrir hann? Það var bíómynd sem hann var að leika í. Hvað meinar, ég hittaði upp fyrir hann inn í Háskólabíó. Já, þeir var með uppistand. Já, með uppistand í Háskólabíó, miðnætur sýningu í Háskólabíó. Já, þú varst ekki einhver flöffari hann úti? Nei. Það var hérna, þú veist, það var bara Háskólabíó. Já, ég mætti á þessa sýningu, hann var alveg skelfilegur. Var það? Já, hann var ekki góður með stand-up. Nei. Það var svona fyrstu 10 mínútur, þá gæti maður hlegið eitthvað svona, mannst ekki eftir þessu, horfður ekki á hann sjálfur það? Jú, Jón Gnarr þarna líka? Jón var þarna líka? Já. Þetta var hans skrítið kvöld. Já, mjög svo. Hann var, mannst ekki, hann var að setja klaka inn á pungin á sér og segja hvernig eskimóar pissa og eitthvað svona. Það var allt eitthvað svona gamalt grín. Já. Sem maður bara búin að fá frá öðrum. Já, maður bara búin að heyra þetta á netinu og sjá þetta.
En hann allavega greið þungt haldinn, hvort sem hann góður með stand-up eða ekki. Yes, og við bara sendum honum baráttu kveður hérna úr FM 95 Blöð. Já, gerum það. Hann mætti nú sem gestur til okkar eins og svo Eða, heyrðu, ég ætla að umorða þetta. Við sendum honum baráttu kveður úr slúðurdeild FM 95 Blöð. Rétt. Það nefnilega, þetta deildaskipt. Þetta deildaskipt, svo það skemmtilega fréttir ekki bara fyrir mig, heldur alla Entourage aðdáendur þarna úti. Ég veit það eru margir sem hlusta á þennan þátt sem að fíluðu þá þætti Entourage. En þeir eru hættir og hættu árið 2011, en nú komið grænt ljós að það að koma Entourage bíómynd. Og ég fagna því gríðarlega, enda þetta sennilega bara mínir uppáhaldsþættir, eða einir af þeim. Horfðið þú eitthvað Entourage? Já, frábæri. Já, geggjað þetta. Johnny Drama og Ari Gold eru bara með betri karakteru sem ég síðan. Já. Þannig að það verður... Þetta byggt alltaf á hann og Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, er ekki rétt? Já, bara fyrsta serían samt Já, það ekki. Ég sá eitthvað viðtalið hann í daginn, þá var hann að tala að fyrsta serían svona var... Byggt lauslega. Já, byggt lauslega á því þegar hann var að byrja í Hollywood. Já. En ekkert, þetta voru 8 seríur að ég held, þannig að... Þú veist hvað það væri samt gaman. Já. Ef maður, þú veist... Ef maður gæti bara gert þetta, verið bara með svona bestu félagana í kringum sig. Já, Jesús. Í einhverju svona risastóru marmara hísi einhver staðar í Hollywood Hills. Já, ef ég ætti svona pening og væri Hollywood leikari eins og bara þeir hæst launustu að núti, þá væri allir besti vinir mínir á þvílíkum blússandi launum fyrir að hanga með mér. Já, bara verið það. Já. Og hvað, ég meina, svona á skalanum, þú veist, hvar væri ég einn af þeim? Já, þú væri hæstlaunaðastur. Nei! Jú. Nei, þú væri á svaðalegum launum. Ég myndi vilja hafa þig bara allstar, alltaf í kringum mig. Alltaf þegar þú kæmir inn í eitthvað, þú veist, þetta náttúrulega álmur í þessum... Já, það bara, ef ég væri með partí eitthvað, myndi ég bara kalla þig, Pétur! Og kæmur þú bara hlaupandi á okkur svona hlébarðabrók og bara, hvað viltu, herra? Ég bara hlébarðabrók og myndi gera björnin fyrir þig og gera allt fyrir þig. Gera björnin, það eitthvað nýtt? Björnin að namastu. Já, Bámsan. Bámsinn, sem var út í Danmörku. Alveg rétt. Svo það loka slúrið, það af henni Selena Gomez. Ég hef nú ekkert gríðarlega gaman að segja slúður af Justin Bieber og Selena Gomez, en það mikið skrifað þau, einhvað síður. En Justin Bieber sagði við Billboard, á Billboard-hátíðunum daginn að hann væri eins og, ég ætla bara að segja orðrétt, I'm not in the happiest place, sagði hann. Og sagði að hún oft liðið betur en akkurat núna eftir að hafa hætt með kæristu sinni, Selena Gomez. En nú var Selena Gomez í viðtali þar sem að hún sagði orðrétt I'm good, I'm really good. I've been recording, having a lot of fun with my girlfriends, having a super time. Þannig að hún að skemmta sér, hún Selena Gomez eftir þennan skilnað. Nema hún sé bara að segja þetta svona til að bakka, en ég veit það ekki. Já, ég held að það sé nú svona drullu sama. Já, þér alveg sama? Já, ég get. Þetta fólk? Já. Alveg sama Selena Gomez Mér gæti ekki verið meira saman það hvort að Selena Gomez hvort henni líði vel eftir skilnaðin eða ekki. Þetta er 19 ára krakki sem á allt og mikið pening og hefur allt og gott. En finnst þér rétt að vera hérna með slúðurpakka? Já. Sem að mér er saman? Já, fólk sem að þér er alveg saman. Það dettur bara stundum inn, því miður. Já. Þetta var slúðurpakki dagsins. Nú, var þér ekki sama? Þú veist, þú ert búin að eyða tíma af þínum dýrmæta tíma hérna fyrir fram að tölvuna. Búa til slúðurpakka. Ég fann bara ekkert annað slúður, því miður. Já. Þetta var slúðurpakki dagsins, hér rétt handa á hornið er vonda atið. Já. Mobile Disco, Múkisson, Ásgeir Trausti, Guskus og Retro Stefson. Alls yfir 50 listamenn á 4 sviðum. Tryggður miða á Sónar Reykjavík strax. Á miði.is og harpa.is. Frekar upplýsingar á sonarreykjavík.com. Túborg Léttur, Icelandair, P-kort og FM 957. FM 957 kynnir nýjustu mynd Arnold Schwarzenegger, The Last Stand. The psychopath in the Batmobile. Arnold Schwarzenegger snýr aftur í einni bestu hasarmynd ásins. I'm not gonna let them come through town. FM 957 býður á sérstaka forsýningu 5. daginn 31. janúar. Fylgstu með á FM 957 og þú getur henni miða. Who the hell are you? I'm the sheriff. The Last Stand, frumsýnd 1. febrúar í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Finnst þið gaman að gista á flottum hótelum, borða góðan mat, fara í nudd og láta degra við þig? Komdu í Bíó Paradís 31. janúar klukkan 17 í áheyrnarpröfur fyrir bestu vinnu á Íslandi. Hópkaup í krafti fjöldans. Túborg, Icelandair og P-kortið kynna. Sónar Reykjavík. Tónlistarhátíð í Hörpu dagana 15. og 16. febrúar. Ekki missa Trent Möller á Sónar Reykjavík.
Miðasala á miði.is og harpa.is. Frekar upplýsingar á sonarreykjavík.com. Samfilm kynnir Parker. Jason Statham, Jennifer Lopez og Michael Chiklis eru mætt í einni rosalegustu spennumynd þessa árs. Parker, frumsýnd 1. febrúar. Langar þig í háhraða internettengingu á ljósnetinu? Við bjóðum þér aðgang að ljósnetinu á frábæru verði. Er það ekki bara dýll? Tal. Svona á samband að vera. Pastella ferskt pasta frábær lausn þegar maður þarf að galdra fram góðan rétt á stuttum tíma. Aðeins 2 til 3 mínútur og allt klárt. Pastella, ferskt og fljótlegt. Túborg kynnir krabbugöld á bara 11 í kvöld. Bjór á 450, skot á 450. Túborg og bara 11 fyrir fólkið í landinu. Sjónvarp Símans hefur breytt fjarstýringunni í tímavél. Þú velur sjónvarpsstöð, smellir á i-takkan á fjarstýringunni og getur valið dagskráliði allt að sólarhring aftur í tíman. Nú stjórnar þú dagskráni. Síminn. Góði vinur. Vantar þig ekki traustan félaga í ræktina? Hámark, hollur félagi. Kristall Plus með helmingi færri kaloríum en sykraðir gosdrykkir og inniheldur ávaxtasykur sem hækkar ekki blóðsykurstöðulinn. Prófaðu nýja Kristall Plus með ekta kókosnetu vatni og appelsínusafa. Kristall Plus, vatn sem bragðir af. Nú eru útsölulok í Smáralind og frábær götumarkastemning. Komdu og gerðu ótrúlega góð kaup. Sjáumst á útsölunni. Smáralind. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott grænt perlunissa? Smyrðuð með sírópi hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1. FM 957. FM 95 blöð hér á FM 957. Styttist hér í vonda atrið sem fastur liður hér hjá okkur Pétri á miðvikudum. En við erum með miðvikudagsdagskrá á 50 núna. Svo karaoke-keppnin og nýr dagskrárliður sem við höfum ákveðið að kalla orð í munn. Já. Og þá hringjum við í fyrirtæki hér í bæ og ég ræð hvað Pétur segir og Pétur ræður hvað ég segir. Þetta nokkuð gott nafn hjá þér. Já, þetta getur orðið hressandi og skemmtilegt. Orð í belg. Já, en áður... Nei, orð í munn. Orð í munn, en áður við förum hér í vondatið og sturlaða staðreyndir. Þá ætla ég að spyrja þig að því vorum að ræða á Pési að Antúras bíómyndin maður að koma í bíó. Já. Og þú sagðist að horfa á þá þætti. Já. Það komið svolítið óvart. Ég held að þú væri ekki svona Antúras típa. Akkurru? Bara einhvern veginn, ég held að þú væri ekki búin að uppkvæta þessa þætti, ég veit ekki okkur. Já. Sem að bara sýnir hvað ég veit lítið þig og þína þætti. Þess vegna vildi ég spyrja, hvaða þætti þú að horfa á svona kvöldin? Hvað eru svona þínur uppáhaldsþættir? Ég kynnti Antúras. Já. Fyrst þegar við vorum að skrifa nætuvættina. Já, ok. Þannig að þú Jóhann Ævar Grímsson. Já, löngum er að horfa á þá. Sem að skrifa, já, hann lét mig fá einhverja seríu og sagði að það væri snillt og ég horfði á það og svo er ég búinn að, en ég verði reyndar að viðurkenna, ég held ég ekki búinn að sjá allar þessar seríur, sko. Nei, ok, þá er þetta heppin eiga þenni. Já, en það er verið að sýna þetta til dæmis á Stöð 2 Gull eða eitthvað á kvöldin. Já. Og alltaf þegar ég skipti á og það þáttur í gangi, þá bara stoppa ég það. Já, horfir á það. Já. En hvað eru svona aðrir þættir, hvað eru svona uppáhaldsþættir Péturs? Svona hvað Í sjónvarpinu þessa dagana? Nei, eða bara yfir höfuð? Já, bara yfir höfuð. Í allra tíma? Já, bara ég horfi mikið á sjónvarpsþætti áður ég fer að sofa. Það er sería sem ég get alltaf hort á. Hvað er það? Það er sería til í heiminum. Já. Sem að ég á upp í skáp heima á mér sem ég geymi þar svo sé enginn að fokka í henni. Hún er undir fullt af fötum og svona svo sé enginn að fokka í henni. Hvað er þetta, eitthvað klám eða? Nei, það er besta sería allra tíma sem við gerðum á jörðinni. Já, hvað er það? Fawlty Towers. Fawlty Towers, Hótel Tindastóll. Það er vangið. Ég á þá seríu bara. Já. Hún er bara, það má enginn snertan nema ég, sko. Já, núna náttúrulega... Tilbúin á DFD, sko. Og nú ert þú fertur, það eru fullt af hlustandum að núti sem veit ekki eins og hvað Fawlty Towers er. Nei, það er rétt. Ég þekki nú Hótel Tindastóll. En þetta er sko, það breytir ekki málið þó, þetta eru eldgamli þættir. Já. En þeir eru bara, sko, svo ógæðslega fyndnir. Þetta eru uppáhaldsþættir hans pappa. Er það? Hvað heitir aftur þjónnin í þeim? Manuel. Manuel, já. Manuel!
Pabbi dýrkar þetta, sko. Oj, hvað þið fyndið? Þannig að þið það sammeðilegt, Fawlty Towers. Þetta bara vangin serið, maður. Hvað er meira svona? Hvað setur þú á eða þú ert að fara að horfa á eitthvað skemmtilegt fyrir svefnin? Þú veist, af því ég meina, það bara, ég alveg þessi Homeland 24 serið, það finnst mér allar góðar. Já, ég sammála því. Ég held að... Ég dýrkaði Jack Bauer. Já, hann bara geðveikur. Og svo held ég, sko, að það var að byrja einhver nýr þáttur með Kevin Bacon. Já, ég ætlaði með þetta að tjekka það. Following. Horfður á hann, eða? Ég sá fyrst þáttin. Já, hann ekki fín. Byrjaði vel, sko. Já, ég ætlaði með þetta að tjekka það. Kevin Bacon er minn maður. Já, Kevin Bacon ammar 8. júlí. Þannig að hann er minn maður. Já, þetta er alveg eðal töffari. Hann er í sama flokki og Kiefer Sutherland, sko. Já, ég er svona félagar. Já, þetta er svona gaur, maður vill Kevin Bacon vel einhvern veginn. Alltaf verið töffari og ég er alveg samanlega þar. Eðal nagli, sko. Já, þannig að þeir byrja vel, það er gott þeirra. Ég ætti að tjekka þeim. Nú, eins og ég sagði, Homeland, þú veist, ég meina, ég er ekkert að grínast, ég horfi alveg á Grey's Anatomy, sko. Já, þú horfum á Grey's Anatomy. Það er ekkert, sko, reyndar ætlaði vikuna. Þetta er að þinnast. Grey's Anatomy? Mér finnst þetta að vera að þinnast. Já, ok. Þetta voru nokkuð vel skrifaðir þættir. Og eru alveg ennþá, skilju. En er aðeins að missa damping kannski? Nei, ég veit það ekki, það er kannski vill í mér. Það er svona mín tilfinning. Er ekki bara allir búnir að vera með öllum og þá eru það alls erfitt að skrifa? Jú, ég orðið voða mikið eitthvað svona. Alltaf inn í einhverjum herbyggjum að gera hitt og svona. Heldur þetta sé svona sjúkrahús sem bæjarins? Nei, ekki sén. Bara hlé og bara... Fólk alltaf eitthvað inn í herbyggi að vasast eitthvað og klæða hvert annað úr og... Þú veist, jú, það er alveg allt í lagi að krydda þetta með því. Það eru læknar, sko. Já, en þú veist, þetta er orðið allt og mikið, sko. Já, þetta er orðið bara svona ástarþættir eitthvað. Síðan fæ ég aldrei nóg að Seinfeld, sko. Nei, ég gefði það. Seinfeld, ég og mér þess að það er orðið ansið langt sinni ég tók rispu þar, en ég þarf bara að orða Seinfeld aftur. Ég er mikill King of Queens maður. King of Queens. Dyrka það áður fyrir að sofa. Dexter. Já, en svo er líka Parks and Recreation, ef þú hefur ekki hort á þá. Það eru þættir sem varst að tjekka. Það eru stórkostlega þættir með Amy Poehler sem er að mínum mati, ég bara finnast að leikona Hollywood í dag. Já. Þannig að ef þið ekki séð það... Hefur hún leikið í einhverju bíómyndum? Já, hún var með hún með Will Arteta, hvað sem hann heitir hérna. Hún leik í Blades of Glory, þá leik hún systir hérna, skauta. Það voru skautasystkini, hún er ljósærð. Hún er fyndin. Var að kynna Golden Globe með Tínu Fey núna. Hún er mikill snillingur, hann tjekkaði því. Hvað heit það? Parks and Recreation. Þá er þessu... Þú svona mikið á undan? Ég er sko... Býttu hvað? Skemmtilegast sem ég gerir er að horfa á skemmtilega þætti. Kallinn bara að fara á netið bara með laptopinn í fanginu bara einhvers staðar undir sængi garðabænum bara slagur. Það er ljótt að downloada en ég horfa á DFT. Já, nei, ég var ekki að minna að vera að downloada. Já, bara horfa á það á netinu. Já, ég var að minna, nei, bara með laptopinn og kannski DFT eða... Já, kíkja á það svona réttur sem söndin. En ég meina, er ekki hægt að fara á netið og ná í svona þætti löglega? Já, það er líka hægt að horfa á það hjá bara stöðunum, sko. Hjá stöðunum? Já. Já, Öddi Blöður að gera það, er það ekki? Já. Ég var að meina það. Já. Ég var alls ekkert að tala um neitt sjóráningi tengt. Nei, það er engin glæpinn Auðun Blöndal bara ljúfur með allt löglegt undir sæng í garðabænum að horfa á eitthvað skemmtilegt. Það er hárrétt. Það er ógeðslega flott. Fara hér í eitt reisandi lag. Ertu með speglalóft? Og svo ef þú horfir upp fyrir þig. Vonda atið. Öddi, svaraðu þessu. Ef þú horfir upp fyrir þig, ertu með spegla fyrir á rúmið? Nei. But it was 99 cents. No wolf on your noggin. What you knowin' about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the... I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that. Whoa. The built-in onesie with the socks on them. Whoa. I hit the party and they stop in that. Whoa. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Þeir að hlusta hér á FM 95 blöð, á FM 957, það er 50 dagur og Pétur Jóhann Sigfússon, stuðdýrið mikla er hér með mér. Sitt hér í staðin fyrir Hjörvar Hafliða, ekki minni maður þar á ferðinni. Nei, og... Það er alveg svakalega erfitt. Ertu samt ekki fíling að vera svona 50 dagir? Jó, ég verð að viðurkenna það, þetta er svona skemmtileg stemming sem hann fylgir. Já, svona stýttist í helgina. Nær helginni, sko. 50 dagurinn, 9 föstudagurinn segir. Er það? Já. Þetta er góð dagur, ég finn það. Já, þetta er mjög góð dagur og við ætlum að fara núna í vonda atið sem er nú ekki flókin dagskrárliður, þá hringjum við hér eitthvað út í bæ og atið á að vera vond. Eða svona barnalegt. Já. Og þó að þetta heiti vonda atið, þá erum við nú samt að reyna að fá hvern annan til að brosa. Já, við erum að það er náttúrulega alltaf markmið. Já, maður er ekki að hringja eitthvað bara svona... En allt sem er heimskulegt og silly,
Það yfirleitt langt skemmtilegast. Já, okkur finnst það allavega. Já, það bara þannig. Það ekkert gaman að einhverju svona djúpu gríni, sko. Nei. Það skilur það ekki nokkur maður nema viðskiptamenn og ef það eru businessmenn og svona viðskiptafólk að hlusta, þá bara við verðum kannski bara með sérstakt hot fyrir þau. Já. Viðskiptagrín. Já, svona þungt og erfitt grín. Já, það bara, við getum verið með það bara í næstu viku kannski. Já, en ég spá, ég ekki að byrja þetta bara. Byrja þú þetta blöð? Ég með eina skelfilega hugmynd hérna sem ég ætla að henda bara í. Mér líst vel á þetta. Þetta fyrirtæki heitir Geimslur.com. Já. Ok. Geimslur? Já, eru þið með geimslur? Já, við erum geimslur. Já, glæs. Hvað hérna, ég ætla að fá að geima þessi aður? Já, sko, við erum 25 stærðar geimsluðum. Já. Spurning hvað, þú getur fundið út úr því hvað það er stóra geimsluðu? Já, ég þarf ekkert svo stóra, sko. Nei. Veistu hvað, getur þú sagt hvað það fara að geima upp á þá? Hvað? Já, ég ætla að geima mér raskatið hana. Já, það mögum ekki vera með neina lífandi verur því miður í geislunni, sko. Nei, þá ringi ég eitthvað annað. Þá ringi ég eitthvað annað, þakka þér. Þetta er búið. Þetta var snill. Hann með þess að gaman aðeins. Það alltaf fyndið þegar þú veit með raskatið. Það bara klassíst. Hann hafði gaman að þessu. Það klassíst að vera með eitthvað svona rassagrín, sko. Hvert að ringja fyrir þig, Bjössi? Má ég líka bara vera með eitthvað raskata? Já, þú mátt vera það svo vilt, en bara hvert að vera ringja. Heyrðu, sko, þú veit þetta með blaði, þetta fréttablaði? Já. Er eitthvað svona iðnaður, ég veit ekkert hvað ég vill, sko. Þannig að, Rafstilling. Já, rafstilling, ok. Ringjum í rafstillingu. Þeir eru með startarað, ekki? Rafstilling. Já, góða daginn. Góða daginn. Herðu, ég ætla að kanna með svona startarað. Þeir eru með startarað, ekki? Jú, nóga því. Hvað kostar hjá þið startari? Já, það er góð spurning með það. Ég ekki svona 100, eða svona, ég veit ekki, 500 vörunúmer. Já, ég skilji, og hvernig hérna... Í hvað er startarinn? Hvað segirðu? Í hvað er hann? Ég þarf að starta, sko... Í hvað vantar þið startara? Í raskati á þér. Já, mér? Já. Já, ok. Það eru ekki að keyra það í gang? Jú. Í hvað er þessi startari? Ég var að segja það, í raskati á þér. Hæ? Í raskati á þér. Já, ok. Hvað kostar svoleiðis? Ég veit það ekki. Nei, ég er nú að fýblast í. Þetta er í Daihatsu. Daihatsu? Já. Það er lítið til í Daihatsu. Ég á ekkert... Sjarreit, 89 ára getni. Ég á ekkert startaranúmer í Daihatsu, ekkert einast. En er ekki hægt að nota bara startar úr ykkur öðru í Daihatsu? Það er ekki alltaf. En en þú ert með alternatúra? Já. Þú vantar eitt svoleiðis líka. Hvað kostar þeir? Í Daihatsu? Nei, í raskatöður. Í hvað vantar þig alternatúr? Nei, í Daihatsu. Já, það er til ein gerð af því á 40.000 krónur cirka. 40 skall. Það er flott. Ég er bara verið í sambandi við. Ok, bæ. Þetta var tímamóta fyrir þér. Þetta var tímamóta. Það er alltaf raska. Þetta er alveg steimest að ruggsegi lendi í bara. Já, hann samt bara svona, þú veist, ég held bara áfram bara, já, herru, hvað vantaði þetta í? Hann er greinlega bara að fá svona símtöla sem að menn ykkur svona bílakallar eru bara... Raskatið? Nei, ég segi svona. Nei, hann er alternatúr í raskatið. Nei, ég segi svona, það er eitthvað fyrir Daihatsu. Og hann var það bara eðlilegt. Já, þá fór hann bara í öðru listan. Þetta var vonda atið og stóð undir nafni. Já. Gagnrýnendur kalla þetta The greatest radio show of all time. Ef þú ætlaðir að taka slökunarhelgi, alls ekki hlusta á þennan þátt. Engin blöðprúp, engin leiðindi, einungis stuð, lög, Gilsarans. Þráðbyrni, föstudaginn næsta, fyrsta fer, besta dag, ævikar, milli 20.00 og 21.00. Gerið ykkur klár! Thank you! Stuðlög Gilsarans er í boði fjarþjálfun.is.
Finnst þið gaman að gista á flottum hótelum, borða góðan mat, fara í nudd og láta degra við þig? Komdu í Bíó Paradís 31. janúar klukkan 17 í áheyrnarpröfur fyrir bestu vinnu á Íslandi. Hópkaup í krafti fjöldans. Túborg, Icelandair og Fékortið kynna Sónar Reykjavík. Tónlistarhátíð í Hörpu dagana 15. og 16. febrúar. Ekki missa Trent Möller á Sónar Reykjavík. Miðasala á miði.is og harpa.is. Frekar upplýsingar á sonarreykjavík.com. Takeaway tilboð Castello. Stór pizza með 2 áleikjum á 1890 kall. Castello.is. Það styttist í sumarið. Fjarþjálfun.is. 3 fyrir 2 tilboð í Krónunni. Komdu og gerðu frábær kaup helgina. Krónan fyrst og fremst ódýr. FM 95 Blö. Á FM 95. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Djammað í Garðabæ hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. Hér á Auta og Pétur Jóhann. Við verðum hér með ykkur til 6 í dag í miklum fílingstrákandir. Styttist í karaoke og nýjan dagskrálið sem heitir Orð í munn, eða leggja orð í munn. Já. En það er hins vegar komið að föstum lið, Pétur. Ertu að áttaði á hvað það er? Ef ég er að lesa þér rétt Blöndal, þá eru það sturlaðar staðreyndir. Það er hárrétt út að lesa kallir rétt. Það er komið að sturluðum staðreyndum hér í FM 95 Blö. Við getum að býta aðeins, ég ætla að koma með betur fyrir og fá mér hérna smá dreitilega kaffi, býta aðeins. Já, kontið fyrir og þið líka hlustendur. Nú er að gera að koma sér kósi fyrir og bara halla sér aftur og láta dæla í sig sturluðum staðreyndum. Býtu, ég ætla áður nú byrjar, ætla bara að segja þér, ég er með svakalega væntingar fyrir þessu. Já, ég fíla, enda það fínar í dag. Ok. Við byrjum hér í Svíþjóð. En það er smokkabíll í Stokkólmi sem og ef þú hringir í hann þá kemur hann til þig með smokka. Svona neyðanúmer. Já, alveg tala? Já. Þetta er í Svíþjóð? Þetta er í Svíþjóð, Stokkólmi, bara það reyndar. Já, þetta er góð hugmynd. Þetta er kannski viðskiptu hugmynd fyrir einhvern hérna í Reykjavík. Ok, þannig að, ég meina, ef maður velti fyrir sig hvort þetta borgar sig, smokkabakki kostar hvað? 1500 kall? Nei, 1000 kall? Já, alltaf ekki. Ég verð að veikana það, langt síðan að ég... Að þú vestlaði slíkt? Keypti smokka? Já. En það gerðu þú þetta? Þetta er 2000 skall. Þetta er 2000 skall? Já. Hef ég heyrt. Hefur heyrt? Já. Ok, ég meina, ætli þetta sé að borga sig? Já, ég veit það ekki. Það er náttúrulega selja bensín og líka og svona, þú meinar. Já, maður er svona pæli í því, sko. Ég get lofað þér drengurinn sem er að keyra hann að smokkabíl er ekkert að vera ríkur á þessu, sko. Kannski er þetta eitthvað ríkisbatteri bara. Þetta er kannski eitthvað svoleiðis. Gott mál, falleg staðreind þarna á ferðinni, við skulum ekki velta okkur lengur upp úr því og kíkjum á næstu. Of mikið stress hjá úlingum getur stöðvað vöxt þeirra. Þannig að nú er bara eins gott að úlingar hér á Íslandi sé ekki og... Varst þú stressað þessum úlingum, Pétur? Nei, vona á spyrjum. Ég hefur örugglega verið svakalega stressaður maður. Ég er bara fyrsta sem ég hugsa. Hvað er þetta, 1,70? Já, 1,69 held ég. Já, nærði ekki 1,70? Nei, held ekki, sko. Nei, þú varst nú ekki stressað þessum úlingum. Varst ekki alltaf bara einn að flytta kettlingar og leikaði með prik og eitthvað svona kættaði? Jú, í minningunni var ég það. Kannski var ég að loka á allt stressið. Já, með því að vera bara einn niður í fjöru. Já, það geti verið. Ég var einmitt leið og sagði þetta. Þá fór ég að reyna að kafa, sko, í fortíðina og... Hvort þú hafði verið stressaður? Kannski var ég bara að farast og stressa allan tíman. Já. Leikandi með að reyna að búa til fleka í fjörunni bara. Geðveitt stressa. Af hverju var ég að búa til fleka? Vildi ég fara eitthvað? Nei, bara stress. Þú varst að losa stress. Ég meina, kannski var það mál. Hvað er svona gamalt, Pétur, þú ert að leika bara með prik einn niður í fjöru? Þú varst ekki úlingu þá? 8, 9, 10, 11, jú, alveg upp undir unglingsárin. Nei, það? Já, lengra maður. Já, ok. Það er ástæða fyrir því ég fór ekki að sofa, eða þú veist, fyrir það fór ekki að, maður var ekkert að umgákast kvennfólk fyrir bara 20. Nei, nákvæmlega, þú varst að byggja fleka. Ég var að byggja fleka svo lengi maður. Já. Og vasast í því. Það er allavega, ef það er ykkur úlingar að hlusta, þið skulu passa ykkur að vera ekki að stressa ykkur of mikið því að það getur stöðvað vöxt ykkar. Já. Svo er það næsta, Kleópatra baðaði sig daglega upp úr asnamjólk og verið 700 asnar mjólkaði daglega bara fyrir hana. Það er töff. Nú þarf ég bara að viðurkenna, ég vissi ekki eins og að vera til asnamjólk. Er þetta að drekka hana eða? Já. Er hún bara sett á fernur eða? Já, Nei, þú er ekki þykjast við eitthvað sem veist ekkert um. Já, nei, ég veit ekkert um það maður. Nei, það getur ekki verið. Það er eitthvað svona,
Ef ég hugsa asnamjólk þá líður mér svona eins og hann sé súr. Já, en ég meina hún, sko, af hverju allan hafa gert þetta? Gott fyrir húðina að tala. Já, hún hefur haldið það allavega. Kleópatra baðaði þessi daglega upp úr asnamjólk. Hún var snaruglu, hún var með bræðurinn sínum og eitthvað. Já, það var örugglega út af þessu. Ef asnamjólkin hefur þessi áhrif. Já, það fór beint upp í heilanum. Talandi heila, kókaín hraðar öldrun í heilanum. Og þeir sem að dæla þeim viðbjóði nefið á sér, já, heilin ykkar er orðin mun eldri heldur en hann ætti að vera núna. Kannski eitthvað sem þú mætti vera að hugsa. Kókhausinn Pétur Jóhann Sigurðsson og Nei, þetta er ógæslegt, maður segir ekki svona. Þetta er viðbjóður. Þú veist, þú ert að tala við Péturinn þinn. Ég veit það, en ástæðan fyrir ég segja svona er að því að þú er síðasta manneskjan á jörðinu til að gera það. Já, líklega. En það er líka, þetta er bara gott fyrir þá sem er að hlusta, sem eru að henda þessum viðbjóð í sig. Þetta er eitthvað sem þeir mega að hugsa. Viltu að heilinni þess er hann miklu eldri heldur en á að vera? Já, kannski í sumum tilfellum ágætt, sko. Já, menn að vera þroskaðri bara. Já, ég meina, það er kannski spurning að við ættum kannski bara að fara. Við erum með allt of óþroskaðan heila, sko. Þetta er kannski besta dæmið að við erum ekkert í þessu. Já, ég held að... Ég, þú og Sveppi. Þroskust ekki neitt. Nei. Svo kemur næsta. Hundar og kettir eru örfættir og réttfættir, alveg svo við fólkið. Hundar og kettir eru örfættir? Já. Örfættir? Já, það er bara örfættir. Já. Þú nota vinstri meira, betri með vinstri? Betri með vinstri? Þú veist alveg hvað að vera örfættur? Og örfættur, já. Hundar og kettir eru það líka. Þú veit þetta lengi að síðast inn. Ekkert smá, ég sá það líka bara á svipnum maður, þú varst ekki einu svona fíblast. Nei, ég meina ég bara, af því þeir eru með 4 lappir, skilur. Það er ekki eins og hundar eða kettir sé ekki að nota, skilur, ég fór að pæla í því, sko, hvernig þú sé, hvað er þeir eru bara að lappa, þeir eru ekki eins og að nota loppunar eitthvað gett mikið. Já, til dæmis þú sendir bolt á kött og hann svona tekur og er eitthvað að leika sem með hann, þá notar hann vinstri ef hann er örfættur. Ég veit það ekki. Þú veist ekki um þetta? Nei. Ok, næsta. Ekki neitt svara næsta, þessi var ekkert spes. Jó, það er nokkuð góð, svona hefur pælið í. Flest morð í einni bíómynd, þetta munur að koma nokkur mann út óvart, flest morð í einni bíómynd er í Lord of the Rings, Return of the King, en það eru 836 drepnir. Það er töff. Hvorki meira en minna. Maður hefði seint giskað á Lord of the Rings, þetta kemur það mikið að morðin. Nei. Morð og ekki morð, þetta eru tré að drepa eitthvað og eitthvað svona. Ætli menna við tali trén með. Engin brútal viðbjóð og svo sem. Nei, en það voru náttúrulega samt sko, þú veist, alveg svona senur sem voru alveg mörg þúsund Já, bara að tróðast niður og svona. Eitthvað svona hestar að mæta. Ertu búin að sjá Hobbitan? Nei. En þú? Já. Góð? Allt í lagi. Allt í lagi? Já, ágætt, hún fær ekki meira frá mér. Nei, það er svona atriði þar eins og bara þegar dvergarnir að hittast og eru að borða og allir ógeðslega klaufski, það er bara hálftíma atriði, það er allt og mikið. Það eru 3 eftir. Argentíska, þetta hérna er helviti skemmtilegt, þú myndi hafa gaman að þessu. Mjög skemmtilegt. Argentíska vatnaöndin, eða the Artinian Lake Duck, veiðir með tippin á sér. Hún klemmi fórnalöndin. Já, þetta er skemmtileg stjórnustaf. Klemmir hún fórnalöndin? Já, eitthvað þannig, það verður vera eitthvað undir þessum maður. Það er svan bara með handlegg. Argentíska vatnaöndin, já. Vatnaönd. Notar þetta bara svo handlegg, það er rétt þegar. Þetta er rosalegt. Já, þetta er magnum. Hangin svo hestur, bara sem bara hangin svo hestur. Já, svo er það hér síðasta. Árið 1976, þetta er rosalegt og ég er búinn að geyma þessa staðreynd. Þetta finnst mér magnað og greið maðurinn. Árið 1976 seldi Ronald Wayne 10% sín í Apple fyrirtækinu á $800 eða 100 skall íslenskar sem er í dag metið á 58 miljardar bandaríkjadali. Ætli hann sé að gera ef þetta væri ég þá myndi ég bara setja inn í bílskur með bílinn í gangi sko. Þetta er rosalegt. Þetta er rosalegt. Hann seldi þetta $800, í dag er þetta metið á 58 miljardar bandaríkjadollara. Það eru örugglega eitthvað smá bömmur þarna í gangi, en hvernig gæti hann vita? Nei, maður getur ekkert. You win some and you lose. Ég myndi hitta hann, myndi spyrja hann, en hvað gerður þið við þessu $800? Segðu mér og eitt þeim allavega skemmtilega. Ég keypti hérna DFT-spilara og... Þetta er sorglegt, en þetta voru sturlaða staðreyndir. Brauðristina, ástu mig, hvað er brauðrist sem við keyptum hérna? Og ekki voru þær sorglegar. Nei, það voru frábær. Finnst þið gaman að gista á flottum hótelum, borða góðan mat, fara í nudd og láta degra við þig? Komdu í Bíó Paradís 31. janúar kl. 17 í áheyrnarpröfur fyrir bestu vinnu á Íslandi. Hópkaup í krafti fjöldans.
Túborg, Icelandair og Fékortið kynna Sónar Reykjavík. Tónlistarhátíð í Hörpu dagana 15. og 16. febrúar. Ekki missa Trendmöller á Sónar Reykjavík. Miðasala á miði.is og harpa.is. Frekari upplýsingar á sonarreykjavík.com. Komdu á Metro og fá þér ostborgara á klinktilboði fyrir aðeins 350 kall. Sjáumst á Metro. Samfilm kynnir Gangster Squad. Ryan Gosling, Emma Stone, Josh Brolin og Sean Penn eru frábæri í þessari mögnuðu spennumynd. Athugið ekki við hæfi barna. Gangster Squad, kominn í bíó. Túborg kynir Krabbugöld á Bar 11 í kvöld. Bjór á 450, skot á 450. Túborg og Bar 11 fyrir fólkið í landinu. Ef þú varst með bláa kortið, farið 25% afslátt af matseli hjá Sushi-smiðinni alla daga vikunar. Ef þú ert ekki með bláa kortið, þá sækirðu það á hringtorg.is eða í næsta útibúi Arion banka. Það borgar sig. Arion banki. Potturinn í Eurojackpot stefnir í 1,7 milljarða. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Samfilm kynnir Parker. Jason Statham, Jennifer Lopez og Michael Chiklis eru mætt í einni rosalegustu spennumynd þessa árs. Parker, frumsýnd 1. febrúar. Hefurðu kynnt þér 1590 króna tilboð Dominos? Þú sækir stóra pítsu með 2 álagstegundum af eigin vali fyrir 1590 krónur. Pantaðu pítsuna með appi á dominos.is eða síma 58-12345. Dominos. Láttu fagmann koma þér í form. Fjarþjálfun.is. Ert þú fjárfestir framtíðarinnar? Taktu þátt í ávöxtunarleik Keldunar á Vísi og farðu í ferðalag fjármálaheiminn. Hver keppandi fær 10 milljónir keldukróna til að fjárfesta. Glæsilegir vinningar í boði. Flug með Icelandair til New York og inneignir í sjóðum Vaffi B fyrir alltaf 200.000 krónur. Skráðu til leiks inn á vísir.is. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott rautt rjómanissa? Sleikt á mér bakið hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. FM 957. FM 95 blöð með okkur hér á FM 957. Það styttist í karaoke hér hjá okkur Pétri. Reynda með breyttum reglum í dag, Pési. Já, við ætlum að nýta okkur tæknina. Já, við ætlum að sjá núna bara hvor okkar fær fleiri atkvæði þegar að allir fá að kjósa, ekki bara þeir sem ná inn. Þannig að í fyrsta sinn ætlum við að fá úr því skorið bara á Facebookun okkar hvor okkar vinnur karaoke í dagsins. Já. Þannig að við erum líka búin að fá hlustendur og netverja til þess að velja lögin þar og þar verður líka skorið hver vinnur, en það hér eftir örskamma stund karaokeið. Við eigum líka eftir að fara í nýjan dagskvöld sem heitir Leggja orð í munn. Já. Svo líka hvernig stemmingin, þannig að það allt að gerast hér hjá okkur Pésa. En ertu tilbúið með bucketlistaðinn? Hann svona alveg að... Hann ekki alveg tilbúinn? Ekki alveg, nei. Nei, ég búinn að fá strákana hér alla vikuna til að segja mér svona 5 hluti sem að þeim langar hvað mest til að gera áður þeir farið við móðuna miklu. Á ég þá ekki bara að segja þér minn eða? Byrst afsökun á þessu? Já, þetta... Vill gerast? Já, glemt að setja á silent, en ok, ég skal bara segja þér minn lista þá. Ok. Á meðan við býðum eftir þínum og fáum þinn þá bara hér á eftir. Ok, á topp 5 listanum hjá mér að gefa tígristýri pela. Ég hef séð myndir af þessu frá Tælandi. Þetta ekki okkur orður sem á mig. Gefa tígristýri í pela? Já, mér langar að vera með... Bara peliðið mann? Nei, mér langar að halda svona á litlu, tiny little baby tígristýri, vera með pela og gefa honum mjólk. Ég hef séð, það hægt að gera þetta í Tælandi og ég þarf að fara þangað til þess að gera þetta, alveg pottitt. Hefur ekki séð þetta? Hefur aldrei séð myndir af þessu? En ég minna, hvað, akkur ekki bara að gefa barn, eða þú veist, eignast barn og gefa því pil?
Ég væri líka alveg til í það, en þið langar í það? Eins og staðan í dag, þá er ég til í Halldór tígristýri, mér finnst það svo flott dýr. Já, með tígristýri. Já, við erum með svona tiny baby tígristýri að gefa henni pela, það er stórkostlegt. Það var á bucketlistanum mínu, gott mál. Þannig að kallinn er búinn að skella einu andriðin á bucketlistan eitthvað svona. Þá getið þið strókað það út. Þetta er snillt maður, já. Er þetta ekki eitthvað Michael Jackson? Var hann ekki eitthvað, er ekki mynd til af Michael Jackson? Já, hann var með lítið tígristýri framan á Thriller, eða svona inn í plötuumslæðinu. Þetta er bara gott mál og ekki skammast þín fyrir. Nei. Þó að ég sé eitthvað gantast með þetta. Annað atriði á listanum hjá mér er að horfa á Manchester United að hampa meistaradeildar titlinum og vera á leiknum. Ég er búinn að reyna þetta tvisvar. Ég er búinn að fara á 2 úrslitaleiki með Manchester United í meistaradeildinni. Það tapaði báðum. Bæði skiptin hafa tapað fyrir Barcelona, viðbjóður. Þannig að ég hef ekki verið á vellinum og séð á hampa meistaradeildinni. Og það er á mínum bucketlista. Vonandi að ég komist aftur í úrslitaleikinn svo ég geti einhvern tímann gert þetta. Ég held að það sé nú svona hæpið. Líst þér ekkert á það? Að þeir hampi meistara. Að vinni meistaradeildina? Jú, svona. Ekki á meðan að Barcelona er. Jú, Barcelona vann þetta ekki eins og síðast. Chelsea vann þetta og Manchester United getur alveg unnið þetta eins og Chelsea. Ok, já. Það er rétt hjá þér. Og svo er, sko, það, ég hefði alltaf verið með fallegastökk á bucketlistan minn. En þú ert búið með það? Ég er búið með það, ég er ósað draunum. Gerði það bara með steinda, ég er ósað draunum. Þannig að ég get strókað það út, sko. Já. En þess í stað, þá vill ég fara í Hákallasund. Það er á mínum bucketlista. Í 3. sæti. Hákallasund? Já, þú getur farið ofan í svona búr. Þú kannt ekki það senda mig. Nei, þú ert ofan í svona búri. Já, hvað heldur ég ætla bara að reyna að stinga á af eða? Já, þú ert bara í svona stálbúri. Já, og þeir eru svona gogga í það og svona. Já, værið til í að prófa það? Já, ekkert smá maður. Sjá þetta kvikindi með tennurnar sínar og öll grimdin bara beint fyrir fram að þið. Ég verði hrikalega til í það. Er þetta að gera þetta í Suður Afríku og eitthvað held ég? Þannig að ég held að, og svo er það nú bara líka á mínum bucketlista, það er að fara til Afríku. Ég get sett það bara strax í 4. sæti. Já. Það er góð, það er örugglega gaman að koma þangað. Já, farið svona safari og sjá ljón og bara gíraffa hlaupandi og eitthvað. Þú eitthvað á landrói réppand. Hvað var þetta, Chewbacca eða hvað var það? Já, þetta var eitthvað svona dýr eitthvað. Já, þannig að það er... Ég var ekki búinn að ákveða hvaða dýr þetta var. Í 4. sæti að mér, þannig að það er að synda með háköllum, gefa tígristýr pela, horfa á Manchester United, hampa meistaradeildinni, fara til Afríku og svo er eitt sem að já, ég meina, þú veist, þetta er alveg, ég get alveg sagt þetta í útvarpi, þetta er ekkert, ég þarf ekkert orð. Mér langar rosalega að vera í miklum hita og grenjandi rigningu að gera eitthvað skemmtilegt, úti. Þú veist alveg hvað ég meina, já. En býttu nú við, þið langar rosalega mikið, þetta var í miklum hita. Þetta var á bucketlistanum hjá... Geðugri rigningu, að gera eitthvað skemmtilegt. Já, með konu sem ég þykir vænt um. Já, ok, ég er að lesa það. Og það hefur alltaf verið á mínum bucketlista. Við erum kannski grenjandi rigningu í 30 steg hita eitthvað staðar... Já, ég sá fyrir með konunniðinni. Grenjandi rigningu í brjáluðum hita bara að spila póker eða eitthvað svona. Já, eitthvað sem að mér skemmt. Já, þú átt út maður. Eitthvað svona, ég rugglaðist aðeins. Sorry, já, það er eitthvað, þetta er bara... Það hefur lengi verið á mínum lista eftir að einn mesti snillingu sem ég kynst, Óttar Bakari, blessuð sem minning hans, benti mér á þennan draum. Það er í 5. sæti af mér. Þetta var minn bucketlisti. Þeir fáið að heyra Pétur sér rétt og eftir. Já, eitt lag kannski eða eitthvað. Já, karaokeið, þannig að þú hefur nú smá tíma til að klára það. Nú, hvað er það? Ok. Turn it up, FM 95 blöðum á FM 957 og það steytist til í splungu nýjan dagskrárlið sem heitir Leggja orði í munn en það er eins og að komið að dagskrárlið sem er vikulegur hjá okkur Pétri alltaf á miðvikudögum en á 50 í dag og heitir karaoke-keppni FM 95 blöð. Yes! Ég er búin að hlakka mikið til. Já, þú ert búin að velja þér eitthvað Golden Oldies, sagður þú? Já, ég ákvað bara að fara í gammalt og gott, já. Já, þú ætlar að leika þér með það. Ég er að fara bara í eitt eldheitt og splungun eitt, minna með það. Já, við bara, þú veist, það er bara skilur langt á milli. Já, þetta er, ég ætla að taka eitt heitasta lagi á stöðun í dag. En við erum með breyta... 50 Cent? Nei, bara að heyra þér eftir smástund. Það eru breyta reglur hjá okkur. Við opnum ekki fyrir síma núna, heldur ætlum við að sjá bara hvor fær fleiri atkvæði frá ykkur kæru hlustendur. Þið farið inn á Facebooki okkar FM 95 blöð, Facebookið og ef þið eru ekki búin að læka þá síðu að gera læka hana og kjósið þar annarkvort mig eða Pétur og sá sem fær fleiri atkvæði þar inni vinnur karaokeið. Þannig að núna getur unni kannski með 100 atkvæði með eitthvað. Hún fá að sjá svona munin.
Já, við skulum sjá bara hvernig það verður þegar upp á staðið, mann. Þetta ekki bara spurningum að vera heppin með hverju ná inn, Ég alltaf geðveitt kvíðinn fyrir þessu karaoke. Já, ég var að hætta með þetta. Já, styttist ég. Ég fæ alltaf í magan. Líka ef ég segi hvað lag ég er að fara að taka, ég veit ekki að ég verið að báða rattirnar eða. Báða rattir? Er þetta margar rattir? Eða 2 rattir? Já, ég ætlaði... Hvaða lag þetta, drengur? Lagið sem ég var að spara að taka var Scream and Shout með Britney Spears og will.i.am. Nei! I wanna scream and shout and let it all out. Ég skal vera hún. Nei, ég vil ekki hafa það í mínu lagi. Nei, það má ekki. Ekki þessari keppni. Þannig að ég ætla að reyna það. Hvað er þitt lag? Hvað er þitt lag? U2. Já, With or without you. Það er sama hvað gerist, ég geri þetta með þér eða án þín. Já, það er flottu text. Without you. Þannig að, er ekki gamla góða reglan? Það er ég ekki að byrja. Er það ekki alltaf þannig? Jú, þú byrjar. Ég byrjaði þetta, ok. Ég byggðist afsökunar viltu breyta því? Ég skal byrja. Nei, ég skal henda bara í þetta. Ok. Og kæru hlustundur, ég byggðist afsökunar. Ég ætlaði nú ekki að eyðileggja þetta lag fyrir ykkur, en ég mun gera mitt besta og þarf að geta beðið meira. Hvað meinar, þú ert ógeðslega góður í svona danslögum. Manstu hvernig þú fórst með þarna Frábært, ok. She-Wolf eða hvað? Það var svaðalegt. Jæja, takturinn er byrjaður. Ég með ég! Komum okkur í gírinn. Ok. Byrjuðu þetta. Bring the action. Þessu kæru hlustendur. Þetta lag var erfiðar en ég held maður. Já, þetta var, hvað heldur að segja eitthvað út í umferðinni bara mikið æsa á núna? Þetta er bara karaoke sound. Já, þetta er bara karaoke, það er rétt. Það er komið að Pétri og hann er með Golden Oldie frá U2 sem að... Ég ætla ekki að vera að ráðast á Garði hann sem hann er lægstur. Nei, það er bara With or Without You. Já, ekki það, þetta er ekki Garður, þetta er lag. Ertu tilbúin? Tilbúin. Herðu, þarna tókst okkur að slátra 2 ágætislögum, byggðust afsökunar á því. Ég er máttlaus í fótunum. Ég er máttlaus í fótunum. Ég misti máttinn í fótunum, sko. Við erum að tala bara, ég held að þetta hafi verið að líða Sjá bara hálsinn á þér, hann er eldrauður, sko. En nú er þetta undir ykkur komið gæru hlustundi þið farið inn á Facebooku okkar FM 95. Það hljómaði eitthvað svo vel daginn þegar ég heyrði þetta lag í útvarpinum. Já, það hljómaði næstu vel hjá þér og hjá Bono. Nei. En ég get ekki verið að rífa kjaft. Þannig að farið endilega inn á Facebooku okkar og kjósið bara hvor var skárri. Þetta var karaoke keppni, dagsins. Ég er ánægður með þess að þú gafst þig allan í þetta. Gaf mig allan í það. FM 957 í samstarfi við Tuborg Léttur, Icelandair og Fékortið kynnir Sónar Reykjavík. Tónlistarhátíð í Hörpu dagana 15. og 16. febrúar. Framkoma James Blake, Square Pusher, Trent Möller, Simian Mobile Disco, Múkisson, Ásgeir Trausti, Guskus og Retro Stefson. Alls yfir 50 listamenn á 4 sviðum. Tryggður miða á Sónar Reykjavík strax á miði.is og harpa.is. Frekar upplýsingar á sonarreykjavík.com. Tuborg Léttur, Icelandair, Fékort og FM 957. Gilsarans er í boði fjarþjálfun.is. Tuborg, Icelandair og Fékortið kynna Sónar Reykjavík. Tónlistarhátíð í Hörpu dagana 15. og 16. febrúar. Ekki missa Trent Möller á Sónar Reykjavík. Blíðasala á miði.is og harpa.is. Frekar upplýsingar á sonarreykjavík.com. Heimsborgarinn á Metro er engum líkur. 2-faldur hamborgari með salati, osti og öðru góðgæti á hans 500 kall. Sjáumst á Metro. Tökum Evrópu með trompi. Potturinn í Eurojackpot stefnir í 1,7 milljarða. Eurojackpot. Föstudagur til fjár. Hamborgarar, kjúklingaborgarar, kjúklingabitar. Kjúklingastaðurinn, Suðveri. Frábær aðstaða, frábær félagskapur í CrossFit. Nýttu þér fría pröfuæfingu. CrossFit Kraftur, Suðurlandsbraut 6B. FM 95 á FM 95. Hversu gott er grænt perlunissa? Smyrðuðu með sírópi hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1.
FM 957 FM 95 blöð með ykkur hér á FM 957 og karaoke er búinn, það styttist hér í splunkunýjan dagskrárlið sem heitir Leggja orð í munn. Já. Við komum betur inn á það hér og eftir út og hvað það gengur allt saman en það er eins og að komið að Peter J núna og bucketlistanum hans. Ég sagði frá mínum hérna áðan. Já. Sagði frá mínum bucketlista og þeir eru allir búin að gera þetta í vikunni, Björn Bragi, Sveppi og strákarnir. Þannig að nú fáum við, ég og hlustundur að heyra, hvað vil Pétur Jóhann Sigfússon gera svona rétt áður en hann kveður þessa veröld? Sko, hérna, þú veist, hvernig, númer 1, ef ég segi bara, já, númer 1 er þetta, er það sem ég langar mest að? Nei, það er ekkert svoleiðis. Þannig að þetta er ekkert þetta er bara eins og þetta kemur að bellunni. Já, þetta er bara allt í jafnt einhvern veginn. Þetta er bara einhverju 5 hlutir sem hún vilt gera áður en hún kveður þessa veröld. Númer 1. Númer 1 er að fara í heimsreisu á einhverju svaka svona einkasnekju, svona, skilur, svona seglskútu. Já. Ég og Sigrún mín, kannski krakkarnir, það er ekkert megadri. Bara ég og Sigrún mín, bara að sigla heimsins höf. Á skútu. Á einhverju svona flottri, skilur, svona alvörusnekju, sko. Já, ok. Og bara við stjórnum ferðinni, skilur, við erum ekki á einhverju skemmtiferðaskipi þar sem er eitthvað schedule. Nei, þú ræður hvert þið farið. Við bara, við ætlum að vera hérna í 4 daga. Já. Við ætlum að vera hérna á Fiji 4 daga. Geggjað. Ég er ánægð með hennan. Og Bahamas, og svo bara... Já, svo bara ferðu þangað sem hún vilt fara. Og við gefum okkur bara þann tíma sem við viljum. Ef við viljum vera í 1 ár í heimsreisunni, á svona dalli, gerum við það. Já, nákvæmlega. Ef við viljum vera í 6 mánuði, þá gerum við það. Ef við viljum vera í 2,5 ár, gerum við það. Já, ég er næsum. Tíminu okkar, skipið okkar, við stjórnum ferðinni. 2,5 ár og börnin ekki með, þú þarft ekki að skila þér heim fyrir rest eða? Dauðfinn að lausið það. Nei, það verður eftir í, maður gerir þetta samt ekkert fyrir maður og orðin bara eða svona gamall og skarfur og krakkandi hvort þeir farnir eitthvað annað maður. Já, ég er nákvæmlega. Heyrðu? Já. Næsta. Já. Ég myndi vilja djamma með Kevin Bacon, Charlie Sheen og Kiefer Sutherland á sama kvöldi. Þeim öllum 3 saman. Já, svona áður þeir. Það var rosalegt jam. Þú, Kevin Bacon, Kiefer Sutherland og... Þetta eru menn sem eru svona, sem eru bestu djammar sem þú getur fundið. Já, ég held að það væri stemming með þeim. Þeir saman með mér og... En er það ekki þannig að þú djammar með Charlie Sheen, þá bara, er það ekki 2 til 3 daga rugglir? Jú, en er þetta ekki tímasett, þetta er bara djam. Þetta er bara djam. Hörru, ástin mín, ég er að fara út með strákanu, hver eru með þér? Herru, Charlie Sheen og einhverjir, ok. Kevin Bacon og Kiefer Sutherland. Séð eftir viku? Ég held að það séu allir í rugglín. Já, þú veist til í rugglín. Já, þetta er ok. Herru, númer 3. Já. Svifdrekaflug. Svifdrekaflug, myndur þú þóra því? Já. Þú ert svo flugrættur og loftrættur með þér. Nei, sko, lofthræðslan mín er skrítin. Ok. Ég er hrættur í öllu svona drastli sem er eitthvað svona kjaftaði, eitthvað stíi eða að standa upp á einhverju byggingum. Ég finnst þess að ég geti svima og ég fengi aðsvif og dotti fram af. Ef ég er í flugvél, þá er ég ekki loftrættur. Nei. En ef ég falli og stökki treysti því ekki. En þú myndir leggja í svifdreka? Já, þú ert í svona hulsu, einhverju svona sveppoka eða svona, skilur, þú leipur svona fram á einhverju bjargi og ert svona svífandi. Ég held að það geti verið gaman. Já, ég er enda að fyrir að segja það. Svo geta verið 2 saman í þessu og svona einhver gaur við hliðina á, skilur, heldur í einhverju svona játslá og svona... Þeir voru aðeins í myndinni, Untouchables? Já. Ég er sammála, ég var til að prófa þetta. Mér langar að setja þetta á lista minn. Má ég setja það á minn lista? Já. Ok, takk. Svo væri ég til í nummer 3 að fara og að fá að fljúa orrustuþotu. Ok, bara Top Gun, bitch. Já, ég er til bara F-16 bara. Það er auðvitað geggjað. Fara bara beint upp í lofti og svo bara... Ekkert endilega kannski að stýra inni sjálfur en fá að vera í henni. Þú ert með flottan lista, ég rannaði með þig. Þú veist, það er fann á 2-földum hljóðhraðamaður og einhvers staðar í svona eyðumörk. Það vildi allir vera þess á sínum tíma eftir Top Gun. Já, tjóðilega, og vera í svona jakkamaður og vera bara... Vera í svona Top Gun jakkamaður með svona lóðkraf og það er bara, góðan daginn, heyrðu það, bucketlistin í dag maður. Þetta voru listanum hjá kallinum? Já. Ok, glæsilegt. 3 síðustu handriðin eru svona allt eitthvað svona faratækja tengt. Já, ok. Og því að 5. handriði er svo að fá að prófa hérna Bugatti Veyron. Já, dýrasta bíl heims. Já, hraðskærasti. Já, og dýrasti. Já, held ég. Já, ok. Sem er hana 1001 hestafl. Já, Mario Balotelli átti svo leiðis bíl.
Ertu ekki að grínast? Nei, það getum við ekki að prófa hann í honum. Já, hann næpar einhverju 400 km hraða eitthvað. Þetta er hraðskreiðasti sko fjöldaframleiddi bíl í heiminum, það. Já. Ég væri til í að prófa hann en í draumaheimi væri til í að eiga hann, bara. Ég skilji. En það er á bucketlista, ef þetta, þú veist, eitthvað svona smá séns að fá prófa hann. Og setjast í hann bara. Sveppi staðsótti þínu að fá að prófa hérna Formule 1 bíl. Já, Sveppi, ég skil ekki út af hverju hann var með það. Sveppi hefur aldrei haft neitt áhuga á bílum, veit ekkert bíla og allt í einu kemur hann með þetta. Hann stal mín. Mér finnst það. Sem gera verkum að ég geta aldrei að tala, hvorki að tala hann hérna í þessu þætti, ný að tala við hann. Er listinn komin? Hann er dauður fyrir mér. Listinn, nei, Sverrir Þór er dauður, bara ég ætla ekki að... Þú ert eitt eftir á listanum, ekki? Nei, það voru komin 5. Já, ég er komin í 5. Bugatti var síðasta. Já, Bugatti, keyra Bugatti-bíl. Styrtrekaflug, vorustu hérna... Flugvélinn, já. Heimsreisa og djama mig kemur bacon á þessum. Ég skil ekki, þetta var bucketlistinn hans Péturs. Við skulum bara fá hér hressandi lag. Hvað, fannst þér eitthvað óheillandi það? Nei, mér finnst það geggjaður. Hvað, átti ég að fara til fljúga til tungsins og eitthvað svona kæft? Nei, mér langar að stela mér að þessu styrtrekaflugin. Ég var mjög annað með þetta. Og vorstuflugin líka? Já, það var þetta geggjað. Þú sem Tom Cruise. Já, og þú myndir koma með mér að djama mig kemur bacon og Giffin Söðaland. Rúðu mér. Ég myndi mæta. Bring the action. Born ready, son. Born ready, segir Pétur Jóhann. Þeir að hlusta hér á FM 95 Blö og það er komið að, já þetta er náttúrulega bara nýr dagskrárliður hjá okkur, Pétur. People call me Peter Johan Sick Infusion. Do they call you that? Yeah. Hver? The people in the city. Hvaða city? Reykjavík City, man. Já. People call me Mr. Peter Johan Sick Infusion. Sick Infusion? Yeah. Ok, lítið nafn. Nei, djók. Heyrðu, já, hvað segirðu? Við erum komin í nýjan dagskrárlið hér í FM Blue. Já, en samt alltaf sama bullið. Já, alltaf sama ruglið, sko. Já, við ætlum að, já, við ringjum núna báðir. Þú velur hér símanúmerið að fyrirtækja fyrir mig og ég vel fyrir þig. Já. Og við erum búin að velja svona 3 setningar ofan í hvern annan, eða svona þrennt sem að hinn verður að segja í atinu sínu. Já, það er bara, sko, já, einmitt. Þannig að sko, þú verður að segja setningar sem að ég er búin að ákveða að þú segir. Já. Og ég verður að segja setningar sem þú ert búin að ákveða fyrir mig. Já. Og, já, þú byrjar. Viltu að ég byrji? Það virkar þannig, Blö. Ok, fyrirgeðu. Hvert á ég að hringja og hverjar eru línuna mínar þá? Spyr ég. Fyrsta lína, þú átt að ég að segja þér hvert þú átt að hringja fyrst. Væntanlega, þannig ég viti hvert ég sé að hringja. Já, ég vil á hringir í undirfattaverslunina Inja. Undirfattaverslun? Já. Ok. Hamraborg. Nei, ekki eitthvað svona, ekki að þetta er eitthvað perra. Nei. Nei, ok. Þetta er í Hamraborg 20A, þetta er í Kópavogi, það er 5, já, viltu númerið? Nei, já, ég rétti þetta bara hérna. Hvað er með, ok. Þetta er númerið, sko. Og hver eru línunar? Fyrsta lína er óvenjuleg, ég gerir bara rétt að þetta. Jú. Já, en ég lesa það fyrst. Já. Óvenjuleg, hlý og mjög fróðleg. Ha? Það er fyrsta lína. Óvenjuleg, hlý og mjög fróðleg? Já. Ok. Hvað svo? Hún er óþekk. Æ, gæti verið maður. Þú ert að detti eitthvað perra. Nei. Jú. Hvað? Okay. Þetta er bara eina. Hvað er í lokið svo? Hvað er síðast? Nærbuxur. Nærbuxur. Þrisvar? Já. Nærbuxur. Ok. Þannig að, þú veist, þetta eru, þú verður að segja þetta sko í sikkur lagi. Já. Ég veit það, ég fattar það. Óvenjuleg, hlý og... Fróðleg, hún er óþekk, nærbuxur. Já. Og nærbuxur verður að segja svona, þú veist, svolítið eins og þetta sé svona... Nærbuxur. Skilur þið? Já, ég skilur. Já. Inja, góðan daginn. Já, góðan dag. Eru þið seljið undirföt eða ekki? Jú. Já. Mér vantar, hún er með afmæli núna, hún kona mín. Já. Er ekki sniðugt að koma bara til ykkar og versla? Sko, þú færð bara bestu brjósthaldara sem hún finnur hér. Er það ekki? Jú. Sko, kona mín, hún er óvenjuleg, hlý og mjög fróðleg kona. Já. Þannig að ég er svona að spáði hvað er best. Já, ok. Hún vill náttúrulega þægild. Ertu að leita einhverju svona meira, ertu að leita þægindum eða sexy eða... Nærbuxur. Já, það spáði nærbuxur. Já, það væri ekki verra að hafa þær með. Nei, einmitt. Sko, ég er með alveg helling af svona góðum nærbuxum sem eru... Já, hún er óþekk. Já, ég er ekki með mikið af G-streng. Nei,
En það svona meira fyrir óþekkar. Já. Já, ég skil þig. Nærbuxur. Já, En þú ert í Hamraborginni, þegar ekki? Jú, Hamraborg. Og ekki bara koma að skoða? Jú, ég held að þú þyrftir að gera það til að sjá hvað... Ég skil þig. En ertu með eitthvað þarna fyrir óþekkar stelpur? Ekkert kannski brjálæslega mikið. Nei, ég skil. En það til. Ok, ég kem og skoða hér. Þakka að kella fyrir. Svo líka, þú veist stærðina sem hún í. Já, ég nú ekki með það á hreinu. Nei. En það alveg júlur á henni. Já, þá getur hún skipt. Glæsilegt. Ég ætla að koma og kem og kikki við tækifæri. Já, endilega, gjörðu svo vel. Bless. Já, bless. Það var nú létt með þetta. Veistu hvað, þegar þú varst að gera þetta, þá langaði mig geðvikt að hafa verið með aðra línur. Já, þeir eru á heyrinn. Já, ég fatt það. Mér langaði svo mikið þeirra og væri bara eitthvað, ég veit. Hvað viltu við fá það til? Nú er eitthvað með bollurnar að tala um með vantar eitthvað fyrir bollurnar á henni og eitthvað svona, ég vilja fara í meiri berraskap. Ég fór í alla línuna hennar. Þú fórst í allar línundar. Ég var ánægð með þetta. Og þetta er náttúrulega í fyrsta skipti, skilju. Já, við lærum. Við lærum. Leður og lærir. As we go along. Já, og ég er búinn að velja fyrir þig. Já. Ég ætla að láta það hringi ökukennara sem að kenna okkur BMW hérna hér í bæ. Já. Og það sem þú átt að koma inn verði ekki alltaf að þessu rugli. Ok. Ég er þeim... Verði ekki alltaf að þessu rugli, maður. Já. Má ég segja það maður? Já. Svo ég er feimin lítill strákur og mig klæjar. Mig klæjar? Já, þetta er það sem þú ert að koma og þetta er ökukennari. Hvað hlæðilegur maður? Nei, hvað þú ert að segja? Hvað heldur maður að segja mig klæjar við ökukennara? Þú þarf bara að finna eitthvað í því. Hún er óþekkar mjög eðlilegt að þú ert að hringja undirfötaverslu. Þetta er bara það sem þú ert að koma að þinn. Hvað áttur að segja? Ég er með þetta. Já. Mig klæjar. Já. Ég er feimin lítið strák. Já, og... Halló. Góðan daginn. Hver er þetta? Róna, veitu nú ekki að þessu rugli? Heyrðu? Já. Er þetta ekki ökukenslan? Jú. Já, veitu ekki að þessu rugli. Ég var að tala með þig á það. Nei. Nei, þú vart ekki að tala um mig fyrr. Nei, ég sé það núna. Ég hringdi í annan hér. Heyrðu, ég ætlaði að kanna með verð hjá þér. Í sambandi við hvað? Í ökukenslu. Í ökukenslu, já. Það er 8.500 krónur á tíman. En ef ég er feimin lítill strákur, svona minn? Já. Er það ódýrara? Nei. Hæ? Nei. Heyrðu, hingra aðeins með klæjar. Klæjar hérna. Heyrðu. Hann lagði á. Hann lagði á. Hvað er á honum? Akkur lagði hann á? Hingra aðeins með klæjar. Það var æðislegt, það var gert. Nei. Ég er feimin lítið strákur, hann strákur minn. Og hann allt niður Þetta er skelvilegt. Já, það er skelvilegt. Byrjar þetta líka svo illa? Ég veit það, maður. Hvað gerir í byrjun? Ég veit það ekki. Ég var að tala við áðan. Nei. Já. Það er bara bull. Leif mér að gera einu svona enn. Ok, hvert að það láta þér hringja? Má ég vera með sömu línur, maður? Já, ok, en bara... Mátt ráða bara. Sömu línur, ok, þá hringi ég hérna í... Bara eitthvað, maður. Já, það vantar yfir vélstjóra hérna á Sæfara. Eru býta eins? Já, ok, nei, ekki býta. Hvað? Af því þú varst að tala við mig bara núna áðan, ég upphafi við símtalsins áðan. Þú vissir alveg hvert þú varst að fara að hringja? Já, bara tók mér smá tíma. Ok, það vantar yfir vélstjóra, ok. Trappa mig niður, maður. Halló. Já, góðan daginn, ég ætla að kanna þetta með starf hjá þig. Með í sambandi við... Var ekki verið að auglýsa þarna eftir yfir vélstjóra? Herðu? Já. Geturðu, ég er svona svolítið upptekinn hérna, ég skal tala við þig seinnipartinn í dag. Halló? Halló, ég er bara að hugsa hvað þú ert að segja, sko. Mér fyrir þetta... Ég finnst nú kannski skemmtilega að vita hvernig ég er að tala við, sko. Ég heiti Bjarni Þór. Hvaðan ertu? Og Grindavík. Já. Og alltaf verið feimin lítill strákur. Hvað? Ég hef nú alltaf verið feimin lítill strákur. Já, einmitt, en ég held að staðunur, ég skal bara hringi og eftir ég er að fara að hífa núna og... Hvað? Já, ég skilði þannig að þú hefur ekki tíma til að tala. Nei, ekki augnablikki, ég hringdi þið eftir svona... En, heyrðu, mig klæjar hérna. Ó. Ég var að klóra mér bara, hingraðis. Já. Heyrðu, getur þú hingraðis? Mig klæjar hérna. Já, ég hringi í sendipartinn. Tala við í sendipartinn.
Þessi var betri. Þessi var stórkostleg. Ég var bara skellilega hérna. Það er eitthvað sem finnst að sjá því. Þú var svona fórst með hausinn svona niður í bíka. Já, svona orðinleikur vélstjóri. Já. Herðu, þetta var dagskrárliðurinn Orð í munn. Ekki skýra það bara? Jú, þetta var orð í munn. Orð í munn. Þú settir orð í munnin minn og ég í þinn. Ég hefði mjög gaman að þessu. Vonandi þið líka. Fáum eitthvað hressandi lag. Já. Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum fyrstudagsmótni hjá Yngva Eysteims drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig á samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki sveikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Mið Ísland í samvinnu við Doritos og Bola kynnir uppistandsýninguna í kjallaranum. Miðasala á miði.is. Boli, léttöl. Samfilm kynnir Gangster Squad. Ryan Gosling, Emma Stone, Josh Brolin og Sean Penn eru frábæri þessari mögnuðu spennumynd. Athugið ekki við hæfi barna. Gangster Squad. Komin í bíó. Takeaway tilboð Castello. Stór pizza með 2 áleikjum á 1890 kall. Castello.is. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Djammað í Garðabæ hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. FM 95 blöð á FM 957 og við Pétur Jóhann erum konið með, góðan gest í stúdíóið. Ef góðan skal kalla, þetta er góðu vinnu þátturinn, svo verður einmitt með mér hér á morgun. Tveir harðir, hann heitir Egill Einarsson, verður velkominn. Akkurat ég fái góðan skal kalla. Pétur, hann er að berja í bumbun á sér. Hann er að klappa fyrir þig. Þetta er líkamsvita, það sem þetta er. Pétur er sem sagt að klappa að bumbunni til þess að bjóða Egill velkominn. En heyrðu, ef þú heyrir þetta hljóð, skilur við. Ég ætla ekki... Bönuna mína. Þá er þetta eitthvað alltaf. Ég séð skapnari, Pétur. Hvað segirðu? Ég séð skapnari. Skapnari? Er ekki Pétur Jóhann komin í átaki á þér? Já, við erum umræðastíg núna. Já, hvernig má ég góð? Þetta er umræðastígi, síðan förum við að hitta félagarnir. Getum við ekki rætt þetta í útvarpinu? Jú, ég ætla Það er ekki rétt grundvöllurinn. Ég ætla að bjarga líf hans, hann er alltaf á hann blóðrýsting og hann allt niður sér. Ertum alltaf að hafa hann blóðrýsting? Hann er ekki í mig blóðið maður. Reyndar þegar þú segir það. Hann kemur óvart og sett móf hafa hann blóðrýsting. Já, er það? Er ég með að hafa? Sér það? Fylgir oft að vera með svona stort kviðsvæði eins og með. Hann er Pétur ekkert svo feitur, hann er smá skapgrei. Ekki vera að berja fólk hérna, PJ. En hann er mættur ekki kveikt á kamerunni? Nei, það er slögt á hann. Það sést ekki þurft að berja hann. En það er Egill Einarsson. Þú ert mættur hér, ákvæmst að koma hérna í smá plugg, eða ekki? Jó, út af því ég er að plugga besta dag æðu minna. Hvernig virka, akkur fær þú, akkur fær hann að vera með sinn eigin þátt en ekki einhver annar? Þetta eru stuðlög Gilsars frá 8 til 9. Nei, trúðu mér, ég ætla ekki að koma nálægt þessu. Hver stjórnar þessu? Bara Egill bað Heiðar Austmann að fá að vera þetta með stuðlögin sín í heilan klukkutíma. Nei, leið mér aðeins að þetta. Ég baði ekki Heiðar Austmann. Þjóðin baði þetta. Ég byrja að tala þetta og ég setti ykkur hugleiðing á Facebook sem fór yfir 1500 like, sem er heimsmet í likeum. Og síðan Heiðar Austmann heyrði mig og blöð að tala þetta, fekk ég bara SMS frá dagskrárstjórunum, gerum þetta, hvað er dagskrárstjórinn? Þjóðin skrifa hann kveðja dagskrárstjórinn? Ó, vel gert. Í alvöru tala? Það er ekki bara kveðja Heiðar? Hann sagði kveðja dagskrárstjórinn, já, þetta er SMS ennþá. Liking the title. Hann sagði hvað hann gerir, hann er dagskrárstjóri. Sem er rétt, hann er það. Stjóri. Hann var væntanlega hlusta bara á ykkur í bílnum eða eitthvað. Já, og sendi SMS. Já, og sendi SMS. Og bara, hann hugsaði sig ekki um. Þjóðin er að biðja þetta, Pétur. Já. Hvað þú að gera morgun millir 8 og 9? Hvað ætlar að gera morgun þá? Ég ætla að hlusta á stöðulegu Gilsarans. Það ekki? Það byrjaði, það er 2 harðir frá... Málið það, ég öfundaði þig að því mér langar líka að vera með minn eigin þátt. Þá bara færð þú það eitt förstu daginn líka. Nei, ég get ekki verið með það sama og hann. Nei, það er enginn á Íslandi sem myndir spila sömu lög. Kannski verið bara á sunnudögum með eitthvað svona spjall, eitthvað. Já, sunnudag, þú getur verið með svona kósi sunnudag með Pétur Jóhanni. Eitthvað svona, að ég geði ekki áhuga á svona timbri og skrúum og svona, þetta er eitthvað í því. Já, og hvað, ræða það þá bara einn? Ræða timbur og skrúur eitthvað. Jú, það eru einhverjum sem vilja hlusta. Myndir þú ekki hlusta á það? Ég myndi hlusta á það þegar ég er að vinna í IKEA, þá er ég mikið að pæla í skrúum og svona. Ég er bara ekki mikið að pæla í því í dag, sko.
Nei, Ég sá með svona skrúfulagar Ég átti að þróa mína hugmynd, skilum. Þetta er góð byrjun. En hvernig er þetta á morgun, Egill? Það eru 2 harðir frá 4 til 6. Já, 2 hatt. Millir 4 og 6. Já, það er svo heimtíðin bara. Já, bruna heima fyrir gallan. Hvað galla? Gerir mig sexy. Hvað er þetta að fara svona eins og Páll Óskar í eitthvað stuðgalla? Nei, hvað er ekki læg? Bara jamgallan, maður. Ég er bara hell í mig. Nú, það er út á lífi svo. Já, sér ætla ég að brunni ríki og taka svona 3-4 kippar á Corona. Beint hingað. Hell í mig yfir hérna, má ég segja það ég sé hell í mig yfir stöðlugunum? Já, þú mátt... Ok, hérna, það er sem ekki að versta sem að koma út þér. Býtu hvernig, allar að vera hérna á tökkunum og svona? Allar að vera bara hérna í jakkafötunum með Corona að spila stöðlug? Það er nákvæmlega sér að gera. Einn í stúdíu, það er einn eitthvað hérna bara vast. Hjöppi fara að koma með mér. Nei, ég gæti það, Hjöppin verður hérna með þér. Og síðan ætla ég beint að vinna eitt pubquiz. 3-5 eitthvað pubquiz, ég og Hjöppi ætla að pakka því saman. Síðan ætla ég þetta út bara í gamla góða blackout eftir það, svona 20-30. Kannski bara ákveða það og ætla að planta það? Hver ákveða það? Ok, þú vaknar kannski að bönna þig bara, okkur manni ekkert, en þú ert bara búin að ákveða að hendi það klokkan 11:30. Já, það verður því líka veist. Já, panta ekki verið í kringu þig. En samt úti, þetta er eitthvað sem maður á að taka sér til fyrirmyndar. Já, ég er... Þú veist, annars maður alltaf bara, ég fór bara í blackout í gerð, ég ekki reikna með það, eitthvað gullið því. En maður er bara búin að ákveða það, ég ætla að vera í blackout í kvöld. Það verður miklu skemmtilega. Það verður bara, þá líka færðu daginn eftir í staðin fyrir allir síðan að segja þig bara, herru, hvað kom fyrir þig í gerð? Þá er allir að koma, herru, þú stóðstu stór orðin. Allir geða tressir. Ég er ánægð með þetta. Þannig að fólk sér mér í bænum, reiðan og ofurölu eitthvað ráandum, það er enginn eitthvað svona, hvað er aðanum? Fólk veit nákvæmlega á stöðluðin. Það heyrði það á FM 95 blöð að þú ætlaðir að gera það. En ég get ekki beðið. Ég er svo lítið barn að býja til jól. Þannig að þetta er frá 8 til 9 á morgun. Já, því hlýtt. Og hvað, ég meina, fáu eitthvað svona forsmekk, ekki forsmekk, eitthvað tilfinning? Ég er búinn að vera tísað alltaf með Blondell, núna einhvern einasta föstudag núna í marga mánuði. Já, hann er alltaf með eitthvað stöðlu. Erum við að tala um DJ Alligator, DJ Bobo, DJ Ógeð og eitthvað fleiri eða? Reyndar er ekki DJ Alligator. Nú, já, ok. Skúter? Ég er með skúter. Skúter er pottið þarna. En þarna Death Devil Groove Covered stetturinn. Groove Covered stetturinn. Devil musicinn hann er hún. Reyndar ekki D-Devils. Það eiga bara eitt gott lag, það sem spilaði fyrir þjóðum daginn. Það var ekki gott lag og þau eiga ekkert lag. En ég hveti eitthvað til að fylgjast með þessu. Þetta er frá 8 til 9 á morgun. Egill, takk fyrir að poppa þetta. Já, takk fyrir mig. 95 blöð og já, ekki mikið lengur því að nú fer klukkan að verða 6 við Pési fyrir að kveðja þennan 50 daginn. Hvernig finnst þér að vera búin að vera einn á 50 dagi, Pési? Jú, þetta var bara helvíti gott. Ekki? Jó, mjög ánægð með það. Já, hvernig er 50-dagskvöldið þitt? Hvað að gera í kvöld? Í kvöld? Já. Í kvöld skal segja verður bara PlayStation. Nó? Og Það er strákarnir að koma yfir í kaldan? Nei, ég spilaði þetta alltaf með henni Sigrúnu minni. Við spilum bara saman, PlayStation bara. Við erum bara í FIFA og borða pizzu og slaka bara vel á. Kósi fyndaður, hvað gera börnin á meðan? Við erum bara einhvers staðar úti að leika sér og gera eitthvað heilbríkt og skemmtilegt. Leika sér í snjónum með eitthvað svona. Snáðu út, við erum að fara inn í PlayStation, krakkar. Mamma og pappi inn í FIFA. Mamma og pappi er að fara í FIFA núna og drullið ykkur út og eitthvað svona. Farið út með sleðan og gera eitthvað áhuga. Það er ekki svona snjór, sko. Hvað segir þið? Það er ekki svona snjór úti. Það er það sem ég bý. Já, ok, alveg rétt, þú ert upp í fjöllum. Já. Þannig að það er bara kósi kvöldi á þér og Sigrúnu. Já, það er alltaf fastu liður hjá okkur að vera í PlayStation bara á miðvikund. Nei, á 50. Á 50, já. Ég bara óskaði góðra skemmtuna með það. Rústinni, sko. Hvað liðast þið? Hvað liðast þið í FIFA? Arsenal. Þeir eru bestir í fótbolta. Já, glæsilegt. Ég veit bara fyrir töðunar á þér að ég segi Arsenal. Nei, veistu það? Ég bara whatever. Ég bara vel eitthvað. Þú ert einn aðeins fáið. Ef United myndi tapa á síðustu mínútum gegn hvaða liðið sem er, þá erst þú ennilega einn aðeins fáið sem ég myndi svara þú myndir hringja í mig. Já, og ef þú myndir vera með eitthvað, hvað töpið í leiknum, það myndi ekki bögga mig neitt. Af því að þú ert bara heftur þegar það kemur að fótbolta og fótbolta hugsun, þannig ég gæti ekki tekið því sem innsult frá þér, eða móðgun. Þú ert mjög safe þar. Herru, þetta voru fallið orð í minn garð og gott að enda á þessu. Takk innilega fyrir daginn. Já, ég þakka fyrir daginn, ég þakka líka fyrir hlustununa. Kæru hlustendur, ég minna á þáttuna morgun, þá eru 2 harðir frá 4 til 6. Svo náttúrulega Stöðlu Gilsarans fyrir þá sem hafa gaman af því. Klukkan hvað byrjaðu þau eftir? Þau eru frá 8 til 9 annarkvöld. 8 til 9, ég veit naka í til maður, þetta verður eitthvað. Ætlar að hlusta það? Þú getur rétt ímyndað maður. Ég er bara, þú veist, við erum sko búin að bjóða í partí. Já, þú og Sigrún? Já. Er það 2 og 2 í FIFA þá, með stöðlögin undir? 2 og 2 í FIFA, við ætlum að vera með götupartí. Já, ok. Það er aðra rosa stemming í götunni, bara allir fyrir stöðlögum Gilsannars. Já, alltaf voruð vitlaust. Já, það er rosa mikið tenging, sko, nágranna svona varsla og svoleiðis í gangi og
við erum alltaf með svona göngutúra sem all gatan að lappa saman og svona. Það var allir að tala um það í gær, þegar við vorum að lappa götun bara Stöðlug Gilsdans, hefur ekki hlustað á eitthvað svona, jú, hefur ekki slá í partí og eitthvað svona. Það var svaka grillpartí hjá einum. Glæsilegt með þeim orðum kveðju þennan fimmtudaginn, takk fyrir okkur. Heitast á morgun, þá er það tveir harði mættir einn að taki vel á móti Rikka G. Hann er rétt og mættir í stúdíóið. Það er leitar.